dáin í Reykjavík 27. desember 1968. Gift Gísla Guðbjartssyni, sjómanni og verkamanni, bjuggu á Patreksfirði og í Reykjavík. Eignuðust 3 börn, Kristján, sem lést 3 ára gamall, annan Kristján, búsettan í Reykjavík, og Þóreyju, sem einnig býr þar. 7. Halldóra, fædd að Krosseyri 2. janúar 1895, dáin í Reykjavík 18. desember 1958. Gift Jóni Guðmundssyni, sjómanni og síðar fisksala í Reykjavík. Þeirra börn urðu 4, Magnea, dáin 8. júní 1981, Sigurrós, býr í Reykjavík, Erna, búsett í Mosfellssveit, og Gerða, býr í Reykjavík. 7. Ólafur, verkamaður, fæddur að Sellátrum 21. febrúar 1896, dáinn á Patreksfirði 2. júlí 1973. Giftur Soffíu Lilju Friðbertsdóttur. Þau bjuggu á Patreksfirði. Þeirra börn, Kristín Berta, búsett á Patreksfirði, Jakob, sem býr í Reykjavík, og Kristján Eyþór, lést 21. desember 1966. 8. Kristján Eyþór, fæddur að Sellátrum 22. febrúar 1898, dáinn í Flórída í Bandaríkjunum, sumarið 1969. Giftur sænsk-amerískri konu, Dagmar að nafni. Þau voru barnlaus. Kristján var lengst af togaraskipstjóri í Boston í Bandaríkjunum. 9. Bjarni Eiríkur, fæddur að Sellátrum 21. apríl árið 1900. Fórst í október 1945 með sama skipinu og Björn, systursonur hans. Giftur Jónu Þórdísi Jónsdóttur, bjuggu á Suðureyri við Tálknafjörð, eignuðust 4 börn. Ásdísi, sem býr í Reykjavík, Gróu Jónu, sem einnig þar búsett, Þóri Kristján, sem býr í Kópavogskaupstað, og Sigur Stefán, lést 5. mars 1983. Ekki eru tök á að fjalla nánar afkomendur þeirra Þóreyjar og Kristjáns, en ljóst að þeir eru nú orðnir nokkuð margir. Tiltölulega auðvelt ætti að vera að taka niðjátal þeirra saman og verður það vonandi gert fyrir en seinna. Hverfum þá aftur að Sellátrum. Fráfall þeirra ömmu og afa olli auðvitað þáttaskilum í aðstöðu minni á Sellátrum og sárt saknaði ég þeirra eins og aðrir. En áfram dróst ég að staðnum, enda var ég sem fyrr velkominn gestur þar, þó liðléttur væri og lítill bógur. Vel man ég enn að meðal þess seinasta sem Einar bóndi sagði við mig, þegar ég rétt fyrir andlát hans sat hjá honum á sjúkrahúsinu á Patreksfirði, var það að vonandi líti ég ætíð svo á að ég veri velkominn að Sellátrum, því það væri ég sannarlega. Þetta sagði nú hann, sá trausti og drenglindi alvörumaður Einar Jónsson. Hann var aldrei sérlega málgefinn, blessaður, og honum mun ekki hafa verið tamt að tala hug sér. Mér var hann ætíð ákaflega góður og nærgætinn. Einar féll frá 5 árum síðar en þau afi og amma, eða árið 1935. Með hækkandi aldri urðu áhrifin og aðdráttaraflið víðtækara en áður. Fjölbreytt störf, allt frá veiðiskap við ströndina til gangnaferða hæstu fjöllin, heilluðu mig og toguðu til sín. Það er logn allan sjó og það lógar ekki á steini. Ég þykist vera slá fyrir utan læk ásamt jafnaldra mínu Viggói Ólafssyni. Það er lið á dag og menn gerast það sem helst ekki má nefna, enda slægjan ekki spennandi, grýtt, þýfð og lítið gras. En allt í einu kemur Ólafur bóndi til okkar og sýnist eilítið íbygginn á svipinn. Þið væru líklega ekki fáanlegir í róður, drengir. Út á Káladalsbót lendum við í óðum fiski og undir morguninn báturinn orðinn hlaðinn af spikfeitum og jóðríkum þorski þar úr þaranum. Það eru þreyttir en ánægðir fiskimenn sem lenda á Sellátrum í morgunsárið og það er upplit á kvenfólkinu. Svona gat tilveran tekið á sig óvæntar myndir þegar minnst varði
Og þessi tilbreytni, þessi þáttaka í daglegri önn, dró mann að sér. Og áfram einnig fólkið. Vonandi veldur það ekki misskilningi þó ég nefni aðeins 2 nöfn í því sambandi. Fyrst er það Ingibjörg, sem ég á þessum árum nefndi ævinlega einungis frænku. Hún átti aðdáun mína óskipta, enda fór ég ekki varhluta af ástúð hennar og umhyggju fremur en aðrir sem einhvers þurftu með. Hún átti í ríkum mæli þá eiginleika sem mér finnst endilega að hafi einkennt þetta fólk yfirleitt, þau ömmu og afa og börnin þeirra. Þar nefni ég hreinlyndi, tillitssemi og hjálpfýsi, ríka réttlætiskennd, æðruleysi, lífsgleði og smitandi kímni. Hún átti ríka skapsmuni og það var yfirleitt engin lognmódla kringum hana. En sáttfýsin og góðvildin voru aldrei langt undan og langrækni kynntist ég ekki í hennar fari. Á alvöru stundum kom andlegur styrkur hennar vel í ljós og í miklum hörmum var hún stærst. Það get ég sjálfur vottað og slík reynsla gleymist manni ekki. Hitt nafnið sem mig langaði að nefna er Ólafur Finnbogason. Hann er sá maður vandalaus sem mér hefur þótt vænst og orðið mér einna minnistæðastur dagana. Hann var að nokkru leyti fóstraður af þeim Ingibjörgu og Einari og var síðar tengdasonur þeirra. Freistandi væri að lýsa Ólafi miklu ítarlegar en hér tóm til og rekja minningar mínar hann. Sumt í þeim minningum er mér reyndar ráðgáta enn í dag og undrunarefni, en heildarmyndin mér ákaflega kær. Til marks áhrif þau hann ósjálfrátt hafði á mig, barnið og unglinginn, skal ég aðeins nefna eitt. Ég var víst óvenjulega kjarklaus og hræðslugjart krakki og unglingur og hjartað óþarlega oft neðar en skyldi. Samt kom það aldrei fyrir, ekki í eitt einasta skipti, að ég fyndi til ótta ef Ólafur var hjá mér. Gilti einu, hvort við vorum staddir á sjó eða landi, í úfnum brimgarði eða gínandi klettum. Ég veit vel að þetta er ótrúlegt, en svona var þetta nú samt. Slíkt var traustið sem hann hafði áunnið sér í huga mínum, án þess ég viti né skilji hvernig hann fór að því. Ekki að undra þó ég drægist að slíkum manni. Hann var sannarlega engum líkur og mikill mannskaði og sárt áfall hann féll frá í blóma lífsins aðeins 29 ára gamall. Annars finnst mér að dvöl mín á Sellótrum, einkum á bernskuárunum, hafi verið óslitið yndislegt ævintýri. Þar sem tígurlegt og svipmikið umhverfi myndaði hæfilega umgjörð fagurt mannlíf, athafnasamt, friðsælt og framúrskarandi skemmtilegt. Ein af fyrstu minningum mínum er bundin við dansleikt og ótrúlegt kunna virðast. Ég man nú ekki glöggt hvernig þetta var, en held að það hafi áreiðanlega ekki verið upp- og niðurball með meiri háttar leðjuslag og pannsýningu, eins og auglýst var á dögunum hérna nokkrum fjörðum fyrir norðan okkur. Ó nei, þetta var jólaball í barnaskólanum á Bakka og ég var borinn þangað í poka, enda var frost úti og hríðarhaglandi. Barnaskólinn var þar sem nú stendur sumarhús þeirra Guðlaugar og Sigurjóns og mér fannst hann rúma fjölda fólks. Þarna mun oft hafa verið komið saman, sungið þar, dansað, jafnvel hafðar leiksýningar. Gott ef maður og kona var ekki síðasta leikriti sem sýnt var þarna. Í félagslífi þessu mun Sellótrafólk hafa átt stóran þátt. En Sellótrar voru, í það minnsta á tímabili, langfjölmennasta heimilið og fólki hresst og kátt á öllum aldri. Þá urðu allir að reyna að skemmta sjálfum sér og einnig öðrum, því ekki var útvarpið, sjónvarpið né vídeóspólunar. Og Dallas, Sam og Þegið og hjálpartækjabankinn ennþá aðeins hugur Guðs, eins og sagt er ókomin sköpunarverk. Jæja, þetta er nú orðið nokkuð langt mál og ef til vill ég að níðast á þolinmæði ykkar. Til afsökunar og nokkurrar huggunar gæti það verið
að ég hef aldrei gert þetta áður og skal aldrei gera það aftur, eins og karlinn sagði. Að endingu langar mig að fara í stutta gönguferð, eins og ég hef reyndar farið ótal sinnum áður, bæði í veruleikanum og í huga mínum. Ég rölti sjávargötuna frá bænum. Tylli mér niður, vestan undir tóftarbrotinu fremst á bakkanum. Fyrir fótum mér er lendingin gamla og góða, en stundum viðsjála, lendingin hans afa. Það er dýrlegt að horfa á tálknan og blakkinn og á flóan, en einkum og sér í lagi á bárurnar sem byrja að brotna á Hvalvíkurtanganum, mynda hvítar breytingar sem sauma sig inn með landinu, uns þær deyja eða hverfa sjónum mínum við Feigðarvíkurtangan. Þarna er gaman að dvelja, lengi. En tíminn líður og ég rangla út eftir bökkunum. Í Traðarvíkinni og þar í kring hefði ég haldið að draugar væru á sveimi og kynnu við sig, ef ég nú tryði á svoleiðis nokkuð. Hvalvíkin hefur annað svipmót. Undarlegt að hún vakti einatt hjá mér alveg sérstakar tilfinningar, einhvers konar dulmagnaðan geig, einkum ef hátt var í sjó og öldur fóru að. Seinasti áfanginn að þessu sinni eru bakkarnir rétt utan við Hvalvíkurtangan. Hér sest ég aftur niður, það er háflóð og brimaldan sogast að og frá. Hljóðið sem berst úr fjörunni á sér engan líka í eyrum mínum. Það fylgir mér hvert sem ég fer. Aðeins utar blasa víkurnar við, en þær voru helsta útgerðarstöð Tálknfirðinga langan aldur, áður en vélbátarnir komu til sögunnar. Römm er svo taug, stendur þar, og ef til vill er best að hugsa ekki allt og mikið það mál. Samt hefur mér stundum komið í hug vísan hans Stefáns G. Stefánssonar, seinasta erindið í útlegðarkvæði hans, og fundist ég skilja vel tilfinningar skáldsins þegar hann orti. En vornótt velli græna vermir sólskin ljóst, en þá lækir hverfast kringum hveldra hlíða brjóst, báran kveður eins og áður út við fjörusand, en ég á orðið einhvern veginn ekkert föðurland. Eitt sinn kom ég eftir langar fjarvistir að steini einum út á hlíð og undraðist hvað hann hafði minkað mikið frá því ég var lítill pjakkur og reyndi að klifra upp á þennan stein. Þannig var fleira í landslaginu sem óx mér í augum á þessum aldri. En öfugt við þetta finnst mér að fólkið sem ég umgefst hafi stækkað með árunum. Ég sé það fyrir mér harðgert, frjálst, æðrulaust, en umfram allt lífsglatt og hamingjusamt, þrátt fyrir harða lífsbaráttu og áföll á stundum. Einkunnarorð þess hefðu sem best geta verið önnur vísa eftir Stefán G. Og jafnframt því að rifja hana upp, vildi ég mega fela í orðum hennar framtíðar óskir mínar ykkur öllum til handa og niðjum ykkar, bornum og óbornum. Láttu hug þinn aldrei eldast eða hjartað, vinur aftansólar sértu, sonur morgunroðans vertu. Svo þakka ég þeim sem enst kunna hafa til að hlusta á þetta til enda fyrir þolinmæðina.